herbergir í hakki. Það verður bara að hafa það. Það verður bara að vera svoleiðis, ok. Ég lofa ekki að gefa skýrmyndilega skrifulega allt sem kennt mér endilega til hagnar. Ég ekki ábyrgur tapi eða tjóni, peningulega öðru sem kann að stafa beitingu upplýsingar sem bara að finna á þessari YouTube-rás. Fyrir árangur ekki vísbendingu framtíðar árangur, viðskiptum við kaupréttarsamningu fyrir þessu verulega áhættu. Þú getur tapað peningum í viðskiptum við hlutabréfum. Ekkert sem gefið út hér ætlast til að tala sem persónulega fjárfestingaráðgjöf. Sko, í þessu vídeo vil ég ekki kenna ykkur neitt nýtt, en þetta verður svolítið bara heimanám fyrir ykkur að skoða. Ég vil að þið farið á fyrsta lagi öll mismændi timeframe sem að þið notið vanalega. Það sem ég nota vanalega er 1 mínúta, 5 mínútar, 15 mínútur rosa mikið, svo kemur klukkutími, 4 tímar, 12 tímar daglega. Þetta er það sem ég nota, ok? Sem sagt, ég ætla að kenna ykkur minn checklista og hvernig ég treyta og við skulum bara snögglega fara yfir hann, ok? Númer 1 er það liquidity, BSL eða SSL. Númer 2 er displacement. Ég höfum displacement og change in state of delivery. Ég veit ekki hvort, ég er nokkuð vissi bara að kenna ykkur þetta. Ef ekki þá er ég að fara að kenna ykkur það núna, þegar við munum fara yfir þetta allt rosa snögglega, allt það sem ég er að skrifa upp hér, ok? Næsta er displacement, næsta er það market structure shift. Eftir það er það bygging ójafnvægi, sem sagt ójafnvægi myndast, og svo að lokum er það standard deviations er rétt að sem sagt það passar. Og við ætlum nefnilega að fara yfir treyti sem ég tók nefnilega í dag, ok? Þannig að þetta er checklisti minn. Þannig að þegar ég sé 1 gerast þá vil ég sé 2, svo 3, svo 4, svo 5. Því fleira sem þið kunna þessu því betra. Þetta er alltaf checklisti minn. Þið geti bætt orðublokkin í þetta, þið geti bætt breykublokkinn í þetta, hvað sem er, fattaru. Þið geti bætt hverju sem er inn í þetta. Bara þetta er checklisti minn og þetta er bara það sem ég kann best. Og ég þarf ekkert meira þetta. Ok? Þannig, ef við byrjum bara hérna, þetta er 1 mínútur timeframe. Við skulum byrja á 1 mínútur timeframe, fara svo upp í 5 mínútur og svo 15 mínútur. Við skulum skoða daglega, ég veit ekki hvort það sé eitthvað þar, en við skulum skoða daglega, en ég ætla bara að sýna ykkur að þetta virkar á 1 mínútur, 15 mínútur, hvað sagði ég, 5 mínútum og kannski klukkutíma ef ég nenni, það bara ég hef aðra hluti til að gera í kvöld. Allavega, ef við byrjum bara á checklistanum, ok, 1 er liquidity og það er nákvæmlega þetta hér. Bara bím, bara búm. Þetta er liquidity. Já, við fyrir svolítið hátt fyrir ofa, en það er út af því að við förum á daily timeframe snöggvast, þá sjáum við að þetta er sem sagt þessi orderblokk hérna. Þetta er 50% af honum. En við skulum bara tella þetta sem liquidity, ok? Því að þetta er ástæðan okkur þið þurfum að vita meira, því að þið vissu ekki til dæmis að ef ég dreg út orderblokkin þá sjáum þetta snertir akkurat 50% af honum. En það skiptir svo ekki miklu máli þið kunni það núna. Akkur þarna 1, bingo. Ok. Þannig að nummer 1 er buy side liquidity, ok? Það er checkað af. Ég nenni ekki að króta yfir það, bara ímynda ykkur í króta yfir það. Næsta er displacement. Þannig að displacementið er nákvæmlega þetta hér. Þetta er displacementið sem myndaðist. Ok? Í þessu tilviki þá sjáum við að við erum með ójafnvægi hérna sem átt að íta okkur upp. Þetta heitir busy. Þetta átt að íta okkur upp, en þetta breytist í inverse fyrir value gap. Sem þýðir að við erum hægt að leiðinu upp og nú er að fara leiðinu niður. Allavega eitthvað niður. Við veitum ekki hversu langt, en ég býst við að muni fara langt niður í þessu tilviki. Þannig að við höfum plus ójafnvægi, en það breytist í mínus ójafnvægi. Ég segi það bara. Svo já, þar höfum við það. Næsta er displacement, það er þetta hér. Og eða change in state of delivery. Nú hvað ég óskapar er það? Það er sem sagt þegar markarinn býr til orderblokk sem að tók út buy side liquidity, sem er þetta hérna allt. Þetta er svolítið mikið, þannig að við skulum bara velja síðustu uppkertin sem eru þessi hér. Það eru þessi hérna. Fyrir CISD þá er það síðasta uppkertið sem er þetta. Og ég ætla bara að stróka þetta út og gera þetta svona. Þannig að þetta er orderblokkin og þið sjáuð að við búum hann til minni, orderblokkin myndast þegar kertið lokast fyrir neðan orderblokkin. Við búum hann til og svo loksist snert við hann og við förum strax aftur niður og með því búum við til displacementi. Þess vegna ákveði að hafa CISD.
því að change in state of delivery gerist oftast áður en við fáum displacementið. Ok, þannig að 1, við erum komið by site liquidity, check. 2, displacement og change in state of delivery, það komið. Einnig plus sjáum við líka að plus ójafnvægi breyttist í mínus, eða busy breyttist í inverse fair value gap, eða fair value gap breyttist í inverse fair value gap, sem ennþá betra. Næsta sem við viljum market structure shift, og það nákvæmlega þetta hér. Það sem ég vil bæta inn í þetta að þegar þið sjáuð að market structure shift myndast inn í ójafnvægi, þið sjáuð að það ójafnvægi hérna, ég skal breyta þessu þannig að sjá þetta betur. Það ójafnvægi hér og þið sjáuð að það lágpunktur inn í ójafnvæginu. Þegar við lokum fyrir neðar lágpunktin og ójafnvægið, ekki bara breytist þetta í inverse fair value gap eins og við sjáum hér, ekki bara breytist þetta í inverse fair value gap, heldur líka erum við market structure shift. Þannig að þetta eru 2 mismættir hluti til að benda okkur á það að markarinn á niðurleið. Þannig að þegar þið sjáu ójafnvægi þegar þið sjáu lágpunkt inn í ójafnvægi, þá viljið helst sjá markarinn lokast fyrir neðan það áður þau myndið selja. Ef við segjum að markarinn myndið lokast hérna niðri, þannig að þessi lágpunktur myndi vera market structure shift, þá myndi ég helst bíða eftir að þessi lokist líka, ef við lokast fyrir neðan hann. En sem betur fyrir gerum við það með einu kerti, þannig að við gerum þetta bara svona. Ok, 3 market structure shift, check. Númer 4 fair value gap eða ójafnvægi og það það sem við höfum nákvæmlega hér. Þetta ójafnvægi, þetta SIBI, þannig að breytum við því það. Og lokum það standard deviation. Með standard deviation, það sem við gerum við tökum fibbu okkar, við draugum það úr hápunkti til lágpunkti breakers, minni hvernig breaker var. Það hápunktur, lágpunktur, hærri hápunktur, lægri lágpunktur. Sem sagt, við draugum það út. Það ef ég að miða við, þið sjáu krossin sem fattur sem fer í upp og niður alla leið, þannig ég að miða við þetta hérna, sjáu. Þannig að við höfum lágpunkt, hápunkt, lágpunkt, hápunkt, lægri lágpunktur og svo komum við tilbaka. Við komum ekki akkurat í breakerinn, við komum hingað. Allavega þetta breakerinn, og til að draga standard deviation út frá því, það drögum við sem sagt frá hápunktur breakersins til lágpunktsins, svona. Ég skal breyta þessu í svona. Þatti, ok, þannig að gera það líka hér, bara beam, bara boom. Ok, -1, -1,5, það þegar markari kemur tilbaka til að gefa okkur entry, retracements, ok. Annarkvort mun markarinn halda sér inn í þessu, eins og við sjáum það gerist hér. Annarkvort mun markarinn halda sér inn í þessu svæði, eða hann fyrir tilbaka til að leyfa okkur að selja, í þessu tilviki, eða kaupa, fattur ég, í þessu tilviki að selja. Og þið sjáum leið og við komum -1, þá fyrir við strax aftur upp. Og þetta nákvæmlega það sem ég seldi. Ég hafði með stopp mitt fyrir ofan breakerinn hérna og ég var að sækjast í A, þetta hérna lágpunkt, og B -4 hérna. Ég ætla bara að gera snögga línu svo þið takið ekki eftir þessu strax, þegar ég ætla að sýna ykkur af hverju. Ok, þannig að -1, -1,5, það þegar markari kemur tilbaka til að gefa okkur entry, svo kemur aftur niður, lokast fyrir neðan -1,5, kemur svo aftur inn í og svona aðeins að chilla hérna inn í standard deviationu -1,5 og svo loksins heldur áfram niður inn í -2, -2,5. Þetta það sem við byrjum að selja það sem við eigum, TP, út af því að markarinn getur farið tilbaka. Þið sjá reversal, þið veitir hvað reversal á ensku, þegar markarinn snýr sér við. Þannig að við byrjum að klippa okkar position hérna inni, við styttum okkar, ef þú keftir 3 eða seldir 3 hérna uppi, þá myndir kannski kaupa 2 hér, fattu, og svo stoppi bara í break even. En þannig að ég seldi hérna, stoppi hérna uppi, sækjast í fyrsta lagi þetta selsvelli kvittið hérna neri, ok, og svo ég sé svo að markarinn drulla sér niður fyrir neða -2, -2,5. Ég seldi 2 stykki hérna uppi og ég kefti 1 hérna niðri, ok? Þannig að ég var ennþá 1 eftir. Þannig að það sem ég geri að leið og þetta snertir -2 eða selsæti hérna inn í -2, -2,5, þá setti ég stopp mitt í break even og seldi 1 leið og við snertum hérna. Ok, svo sé ég eftir 10 mínútur rekst markarinn ennþá lengra niður, bara miklu meira niður, fyrir neða -2,5. Þannig að ok, við erum að fara dýpra niður, við erum að fara meira niður. Og það ástæðan okkur í dreg út -4. Því að -4 það sem markarinn
mun 100% snúa við og örugglega kom aftur inn í það sem þú seldir. Þannig að drögum allavega hinga niður, svona, drögum þetta út og þið sjáu þetta snertir þetta. Þannig að standard deviations check. Ef við fyrir aftur yfir þetta, 1 liquidity, það er þessi hérna gæi. 2 displacement eða changes state of delivery. Við fáum order blocking hérna, hann snertir það að fyrir aftur niður, það er changes state of delivery. Þegar að fyrstu order blockeri sem að markari myndar, við snertum hann og fyrir eftir honum, og svo displacementi hérna, þetta. Og það er það sem gerist, 2, check. 3, market structure shift, það er lágpunkturinn inn í ójafnvægi, við lokum fyrir neðan hann. 3, check. 4, að við búum til ójafnvægi, það er nákvæmlega það sem við gerum hérna. 4, check. Og nummer 5, að standard deviations passa nákvæmlega upp á. Við erum oftast búnir að draga standard deviationi leið og við sjáum market structure shift myndast. Þegar við sjáum að market structure shift myndast, þá drögum við út standard deviationi og fylgjum svo með treytunni þaðan frá. Þannig að leið og markar kemur aftur inn í ójafnvægið, það drullarast aftur niður. Og þetta er treytið sem ég tók 10. maí 2024. Ég heiti Ásmundur Ari, betur þekktu svo gott að pissa og ég sé ykkur fljótlega. Góða helgi.